Ágætir ásteytingargestir, ég ætla að fá að fara yfir greiningar sem við erum að vinna reglulega hjá Atvinnuþróunarfélaginu, þar sem við reynum að fara yfir okkar mat á stöðu atvinnulífsins og svo fer ég aðeins ofan í þetta viðfangsefni, hvað gerum við byggt á þessari stöðu eða hvað er hægt að gera. Þannig ég ætla bara að vinda mér í efnið. Við erum alltaf að skoða skattframtöl allra þessara lögaðila sem eru hér á Vestfjörðum. Þannig við byggjum okkar greiningar á tölum frá 800 aðilum sem við fáum frá skattinum og atvinnugreinar skiptum þetta eins og við sjáum hér. Það þarf svo sem ekki að koma óvart í þessari mynd að sjávarútvegur er ráðandi hvað varðar tekjumyndun á svæðinu, 53% af heildartekjunum. Þessar tölur, eða þetta línuritt nær til 2009 hjá mér því við erum að vinna í því að uppfæra tölurnar fyrir 2010 og það er áberandi hvað þessi atvinnugrein er í rauninni ráðandi hér, þannig að það er ekki hægt að segja að það sé mikil fjölbreytileiki í atvinnulífinu. Það sem er að gerast milli áranna 2009 og 2010 er að sjávarútvegur hann er að aukast, það er að segja tekjurnar eru að aukast, en í raun og veru eru allar aðrar greinar í samdrætti, þar tekjurnar eru að draga saman hjá öllum öðrum atvinnugreinum. Launin sem atvinnulífi greiðir er náttúrulega mikilvæg stærð í allri haggreiningum því að þetta eru þær tekjur sem heimilin hafa til þess að eyða hér inn á svæðisins og aftur er áberandi hvað sjávarútvegurinn er stór en þar og eftir eru opinberi geirin orðin stærsta atvinnugrein ef við mælum þetta út frá laununum. Þannig að þetta eru rauninni sjávarútvegur og opinberi geirin sem að halda kannski þessu hagkerfi uppi og opinberi geirin náttúrulega fæði sína skatttekjur að hluta til í gegnum vinnulaun og annað í sjávarútveginum. Það sem er að gerast 2009 til 2010, launagreiðslur eru að aukast lítillega en þau haldast ekki í rauninni við launavísitöluna sem í rauninni þýðir það að við erum ekkert að vaxa með þennan launagrunn í takt við launavísitöluna þannig að á föstu verðlagi þá eru þau í rauninni að vera að dragast saman og kaupmáttur þessara heimila hérna á svæðinu er í raun að vera að minnka. Þetta er vissulega áhyggjuefni sem við þurfum aðeins að hugsa Þróunin í EBITDA fyrir þau sem þetta er skammstöfun frá ensku, EBITDA bara til þess að ítreka við og þetta er sá hreini rekstrarafgangur sem fyrirtæki hafa fyrir alla fjármagnsliði, skatta, fyrningar og annað slíkt. Þetta yfirlit sýnir í rauninni hvernig það hefur verið að þróast á þessu tímabili 2005 til 2009. Það er ekkert margar atvinnugreinar með mikla EBITDA í þessu þannig að það gefur ákveðna vísbendingu ákveðið heilbrigði þarna í atvinnulífinu. Sjávarútvegurinn enn þar með hæstu EBITDA og ég ætla að fer yfir þróuna 2009-2010. Síðast þegar ég var með fyrirlestur þá menn að velta vöngum, það hlýtur að hafa batnað 2010 sjávarútvegur, það er allar greiningar og annað sýna hvað sjávarútvegur er að standa sig vel og það sé öllu betra ástand en staðan er hins vegar sú að EBITDAn, hún er að aukast lítillega milli ára en í kjarnaatvinnugreininni sem er sjávarútvegurinn þá er þessi stærð að minnka. Það sem af hverju erum við aukast ef EBITDAn að batna á milli ára, það er í rauninni svolítið skrítið því að það eru allar greinar, aðrar atvinnugreinar að minnka hvað EBITDA varðar nema fyrir utan eignarhaldsfélög og fjármálafyrirtæki. Þau voru með svo gríðarlega háa neikvæða EBITDA á árunum undan að hún er enn neikvæð en hún er bara aðeins minna neikvæð árið 2010 heldur hún hefur verið oft áður. Afkoman, þetta er ekki falleg mynd, þetta er þá rekstrar niðurstaða úr ársreikningum eins og þær myndu vera birtar í ársreikningu fyrirtækja. Hér eru fáar atvinnugreinar sem náð því árinu 2009 að vera með jákvæða afkomu. Eiginlega má segja að það eru veitustarfsemi, Orkubú Vestfjarða, ef maður getur greint það svona nákvæmlega, en það eru fáar atvinnugreinar sem náð því að vera með jákvæða afkomu. Milli áruna 2009 og 2010, það er loksins komin jákvæð afkoma, en svo afkoma er mest vegna fjármagnsliða og leiðréttinga þá erlendum lánum og öðru slíku. Þannig að lán er að lækka, það myndar fjármunatekjur og þess vegna verður afkoman jákvæð. Þannig undirliggjandi EBITDAn og annað, það er ekki nægilega heilbrigt.
Nú varðandi efnahaginn, eigið fé neikvætt og búið að vera síðan 2008. Það er ekki orðið jákvætt eigið féð. Það mikið á óefnislegum eignum hér á svæðinu, gefur að skilja vegna tenginguna við sjávarútveginn og það jákvæð fylgni á milli fjárfestingu í kvóta og auknum skuldum. Það að það hægt að mæla það með tölfræðilegum hætti hversu mikið það útskýranlegt skuldaaukningin á ákveðnum tímabilum vegna fjárfestinga í aflaheimildum. Ef ég dreg rekstrargreininguna saman, þá sjávarútvegurinn í rauninni stærsta atvinnugreinin og það í rauninni það sem áhyggjuefni hjá mér og örugglega fleirum að hagkerfið staðnað, vestfirska hagkerfið. Það engin vöxtur í kerfinu og bara í samdrætti. Ég held að kannski fleiri fyrirlesar í dag koma kannski aðeins inn á það. Nú, bara ef við rýnum aðeins betur í sjávarútveginn. Hvað það sem að gerast þar? Hér erum við með samanburð á EBIT-unni. Bláa súlan Vestfirðir, rauða súlan Ísland. Þetta tiltölulega sláandi að horfa á þessu súlu svona. Það gríðarlegur munur á þeirri EBIT-u sem við náum að skapa hér á Vestfjörðum á móti þeim íslensku fyrirtækjum, landsmeðaltalinu á Íslandi. Þetta reyndar tölur fyrir allan sjávarútveg á Íslandi, þar með talin uppsjávarfiskinn og svo framvegis. Þetta að einhverju leyti, og mér hafi verið gagnrýnt hjá mér og ég reyni að taka tillit til þess síðar í erindinu hjá mér, þetta þá einhverju leyti ósanngjarn samanburður því að á Vestfjörðum fyrst og fremst bolfisk og botnfiskvinnsla. Þannig að til þess að vera að bera saman epli og epli, þá fer ég ofan í það aðeins rétt á eftir. En þetta vissulega áhyggjuefni, af hverju erum við með þessa lakari EBIT-u. Nú ef við skoðum það svo bara rekstrarniðurstöðu fyrirtækjanna, afkomuna, aftur, allur sjávarútvegur á móti vestfirskum sjávarútvegi, þá þetta munurinn. Við erum alltaf að standa okkur annarkvort verr eða lakar afkomulega. Þannig að þetta og þróunin nærurinn þó ég taki þessi 3 ár fyrir núna, þá þetta gegnum gangandi frá 2005, þá sé ég þetta alltaf í gegnum. Þetta trendið í tölunum. Við náum aldrei því að vera nálægt landsmeðaltalinu. Og ef ég fer svo, og það sem kannski hefur verið gagnrýnt áður í þessu, og ber saman epli og epli, og nota svo líka þessa árgreiðslu aðferð sem notuð á Hagstofunni, sem svona ákveðin leið til þess að finna hver ætti vera réttlætanleg ávöxtun á eignir viðkomandi fyrirtækja. Þetta í rauninni, nú ég að bera saman að mínu mati, bara epli og epli, þannig botnfiskur á Íslandi tekin saman við vestfirska sjávarútveg. Hér tölurnar ennþá á þann veg að við einhverju hluta vegna með lakari afkomu. Þannig að ég spyr mig af hverju lakari framlegð á Vestfjörðum en að meðaltali á landsvísu. Ég hef ekki þau svör. Margir í greininni hafa tjáð sig það hvað það gæti verið. En þetta spurning sem við verðum að svara eins fljótt og hægt til þess að snúa við hér þessu svæði. Þetta búið að vera gegnum gangandi í fjöldamörg ár og til minna vitundar þá hafa ekki svona greiningar verið gerðar á stöðunni. En staðan að mínu mati tiltölulega slæm. Eitt af því sem hefur verið mikið rætt í þessum töflum mínum öllum ferðaþjónustan afskaplega lítil, þar að segja mæli einingin gistiheimili og veitingastaðir sem fyrst og fremst svona teknar sem ákveðin vísbending hvernig ferðaþjónustan standa sig og það hefur verið kallað eftir því ég skoði frekar hvernig margfeldis áhrifin á ferðaþjónustan til þess að meta það upp í þessu svæðisbundna samhengi. Það hef ég gert með þessum hætti að á Vestfjörðum gisti og veitingaaðilar sem efst hérna á töflunni að velta 1278 milljónum, 1,23 milljarði. Svo þarna ákveðnir margfaldara settir fram sem byggja á í rauninni ferðaþjónustureikningum Hagstofu Íslands og ég nota þá margfaldara til að sýna fram á hver margfaldisáhrifin yrðu hér út frá vestfirskri ferðaþjónustu. Við höfum ekki gert neinar greiningar eða rannsóknir á því hvað þessi margfaldisáhrif gætu verið svæðisbundið. Við erum bara rauninni að taka landsmeðaltalið og bæta því hérna ofan á eða bæta því við það sem að gerast hérna á Vestfjörðum í gisti og veitingahúsum. Ferðaneyslan alls, það að segja tekjurnar sem að ferðamenn þá skapa út frá þessari veltu sem í gisti og veitingaþjónustu þá 7,6 milljarður
Þannig að ferðaþjónustan á Vestfjörðum að skapa einhvers staðar í öllu hagkerfinu á Íslandi 7,6 milljarða í heild sinni. Ef maður aðeins fer bara mjög óvísindilega og tekur svæðisbundna áhrifin, því að eitthvað af fluginu og öðru slíku fellur svo sannarlega ekki til hér innan svæðis, heldur þetta meira þessi þjónusta og annað sem svo sannarlega á Vestfjörðum sem að ég tók hér fyrir og afmarkaði. Ég rauninni breytti aðeins töflunni, tók út það sem sneri að flugi og öðru slíku og eftirstendur að ferðaþjónustan á Vestfjörðum hugsanlega svæðisbundið að velta eða skapa neyslu eða eftirspurn upp á 4,4 milljarða í hagkerfinu. Þetta 11% af heildartekjum einkageirans á Vestfjörðum. Þannig að það má kannski leiða líkur að því að ferðaþjónustan sé 10–12% af heildarumfangi hagkerfisins. Launin sem þarna í aftari dálknum, að meðaltali eru laun í verslun og þjónustugreinum, þessum greinum þarna sem sagður eru 19,3% af heildartekjum. Þannig að þessi velta skapar 609 milljónir í launagreiðslum hjá þessum fyrirtækjum. Þetta gefur okkur ákveðna mynd ef að beint sjávarútvegur skapar 53% af tekjunum, þá tel ég hugsanlega að það megi færa rök fyrir því að sjávarútvegur beint og óbeint skapi 60–70% af hagkerfinu. Hérna erum við að tala 11%. Ef ég púsla þetta allt saman, þá ákveðin lógik í þessu. En hvað svo? Nú erum við búin að greina hér þessa stöðu og ég velti því oft fyrir mér daglega í starfinu mínu hjá atvinnuþróunarfélaginu. Hvað eigum við að gera? Mér finnst þessi staða sem birtist í þessum greiningum, hún eins og ég sagði held ég gærkvöldi við ákveðna ágætismenn að þetta hálf þunglyndislega að fara yfir þetta. Maður sér ekki alveg hvað hægt að gera og ég oft les svona greinar og út úr einni grein sem nýlega hefur verið gefin út þar sem menn að velta því fyrir sér af hverju blómstra ákveðin jaðarsvæði en önnur ekki. Og hér eru ákveðna svona tölfræðilegar greiningar og tölfræðilegar breytur sem farið í gegnum og þetta eru svona ákveðin þættir sem að skipta máli og ef ég horfi á þetta, sterkt atvinnulíf, mér finnst við ekki hafa það, fjölhæft atvinnulíf, mér finnst við ekki hafa það. Þá erum við komið að þessum velmenntuðu íbúum, ég bara verði ekki, ég ekki alveg búin að greina það hlutfallinu því, það kannski einhver hér í salnum sem þekki það betur. Hærri meðaltekjur, í greiningu sem við höfum framkvæmt, þá erum við ekki með hærri meðaltekjur heldur en önnur landsvæði. Við erum frekar með lægri meðaltekjur. Störf í skapandi greinum, ég hef ekki náð að sundurgreina það nákvæmlega hvað við erum með hátt hlutfall þar sem að má tilheyra skapandi greina. Stöðugur íbúafjöldi, fyrir þá sem þekkja nú fólksflotan hérna frá Vestfjörðum, þá þetta ekki eitt af einkennum okkar og félagsauðurinn. Það má að einhverju leyti segja að við séum sterk þarna með félagsauðurinn. Það eru margir menningarviðburðir, íþrótta- og tómstundaviðburðir. En það er líka eitt sem kemur fram í þessari greiningu og vísindagrein. Blómlegar jaðarbyggðir þurfa ekkert endilega að hafa þessa þætti, gott loftslag, gott landslag. Og svo kemur kannski það sem við höfum oft verið að velta vöngum yfir þessari umræðu byggðastefnur og hvað við viljum gera, hverju við erum að berjast fyrir. Nálægð við stóra þéttbýliskjarna. Það er engin, tölfræðin þar í þessu síðan það sé ekki endilega nauðsynlegt fyrir blómlega jaðarbyggð að þurfa að hafa þessa nálægð. Nú eða þá nálægð við stóra flugvelli eða þá fyrir í beinni þýðingu highways eða samgöngurnar þjóðvegi. Þannig að þetta eru fókusinn á að vera svolítið mikið á þessa fyrri glæru sem við vorum sem ég var að sýna ykkur fram á áðan. Þar af leiðandi mín skoðun, náttúrulega ekkert búið tölfræðilega vísindilega að rannsaka það, svo að atvinnulífið þarf að finna leiðir til þess að styrkja sig. Það verðum að auka framlegð og hagnað í þessum kjarnaatvinnugreinum okkar. Við verðum að styrkja, atvinnulífið sjálft verður að styrkja sig. Við erum eftirbátar í þessu miðað við landsmeðaltalið. Ég geti ímyndað mér ef einhver skóli væri að ræða þetta svona og sagði landsmeðaltalið í einkunnum, þá myndu kennarar og fleiri fara í það að finna leiðir til þess að bæta einkunnar og skorin hjá sínum nemendum. Þessi fyrirtæki þurfa að vera það sterk að þau geti fjárfest í fjölbreyttari atvinnutækifærum eða viðskiptatækifærum, meðal annars í skapandi greinum. Og þetta á þá eftir að auka vonandi eftirspurnum til velmenntuðu fólki sem þá taki þátt í þessu menningar- og tómstundastarfi
sem að skapa þennan félagsauð og að lokum muni þetta þá hafa áhrif á að vera jafnvægi á íbúðaþróuninni til langs tíma. Ég er kannski búin að hlaupa rosalega hratt yfir mikið á tölum og annað, þannig að ef þið hafa einhverjar spurningar og það svigrúm fyrir það Berglind, þá reyni ég að svara því. En þetta kjarninn í því sem að mér finnst við hér íbúasvæðisins atvinnuþróunarfélög, þeir sem að vinna í stoðkerfinu, við þurfum að velta þessu fyrir okkur og finna leiðir, aðgerðir, hvernig við getum unnið okkur í átt að einhverju svona framtíðarsýn. Takk fyrir.